Velkomin í hlaðvarpið Biblían á mannamáli. Ég heiti Halldór Lár og mun stjórna þessari nýju þáttaröð. Stefið sem við heyrðum hér í upphafi fengið frá tónlistarmanninum Hjalta Gunnlaugssyni og brot úr laginu hans Enginn elskar eins og þú. Gullfallegt lag. Hvet ykkur til að ná ykkur í það og hlusta á það eða hefur tök á eitthvað staðar og við þökkum Hjalta kærlega fyrir að leyfa okkur að nota stefur hans lagi. Hann hefur samið mörg falleg lög og texta við sem að snerta við hjörtum fólks. Þetta sem sagt fyrsti dagur þessa nýja hlaðvarps á árinu 2026. Og þættirnir eru live eða beint að því leitinu til að það engin eftirvinnsla sem að mun eiga sér stað. Enga klippingar. Hér sit ég með kaffibollan minn og við erum að fara af stað í leiðangur. Hugmyndin að þetta sé eins og að vera samankomin heim í stofu hjá mér eða þér eða hvar sem og við sitjum í hring og við erum að fara að lesa og ræða Biblíuna. Það enga klippingar. Ef við erum heim í stofu að ræða þá koma mismælin og þá þetta eins eðlilegt eins og hægt eða hvaðan sem gerist í slíkum samlestri eða spjalli og þetta svona tilfinningi sem okkur langaði að hafa. Þannig að þegar þú ert að hlusta á þættina þá getur þú sest með Biblíuna þína, hvort sem á rafrænu formi eða bara opna bókina þína og lesið með og hugsað og hugleitt það sem við erum að ræða um. Sumir eru svo að hlusta í bílnum eða í ræktinni eða hvar sem Það skiptir ekki öllu máli en bara við áttum okkur á því að þetta ferðalag sem við erum að fara saman í og við reynum að hafa þetta eins persónulegt eins og hægt miðað við það að við erum ekki öll saman komin. Þú ræður hins vegar þinni ferð og stýrir þínu ferðalagi. Það bara þannig. Við erum öll að fara sömu átt en við upplifum og skoðum og sjáum hlutina á mismunandi máta. Áhrifin mismunandi á okkur og það bara fínt og það gott. Undirbúningurinn að þessu hlaðvarpi hefur tekið þó nokkur tíma og meðan hefur hugmyndir aðeins tekið breytingum. Fyrst ræddum við að lesa alla Biblíuna yfir árið, þá að lesa eingöngu allt Nýja testamentið og alltaf var þá spurningin að lesa allt á einu ári. Þá kom ekki annað til greina en að hafa daglegt hlaðvarp, enda hefðum við aldrei náð að klára það öðruvísi. Þessi hugmynd hefur nú breyst, tekið breytingum. Tilgangurinn með hlaðvarpinu að lesa og útskýra á mannamáli. Þannig að fljótlega komist við að þeirri niðurstöðu að markmiðið mátti ekki vera að lesa sem mest, heldur læra og skilja sem best. Og það verður áherslan. Bara titillinn, Biblían á mannamáli, lýsir því sem við viljum gera. Við ætlum að taka fornan texta og gera hann aðgengilegan á skýran og lifandi hátt fyrir fólk í dag. Ungt fólk í dag streymir í kirkjur landsins og andlegur áhugi fer vaxandi hjá fólki á öllum aldri. Hlaðvarpi getur höfðað til allra aldurshópa, sama hvar fólk statt í lífinu. Leitandi fólk, trúað fólk sem vill einfaldlega skilja menningar arfleiðina betur og jafnvel vantrúaðir sem efast eða hreinlega trú alls ekki. En vilja kannski vita út á hvað kristni trú gengur betur og skoða það og fá svöru spurningum eða geta bent á hólur og göt eða mótsagnir eða hvað þeim svo langar til að gera. Þetta fyrir alla. Sem sagt, fyrir allt fólk sem hefur áhuga á menningu, sögulegu samhengi, heimspeki, tilvistar spurningunum, trú eða bara framförum og vexti í lífinu. Þetta hlaðvarp Biblían á mannamáli hlaðvarp fyrir lífið. Og nú fæ ég mig kaffisopa. Í hlaðvarpinu förum við í leiðangur Biblíuna. Já, minnstofusti 2 í viku. Stundum jafnvel oftar. Bækur og innihald útskýrt á eins skiljanlegu máli og mögulegt eða á mannamáli eins og við gjarnan segjum. Og þó svo Biblían sé öll undir, þá verður áherslan á Nýja testamentið þar sem kjarnan í kristinni trú að finna. Það ekki þannig að hver einasti kafli verði allur lesinn á hverju ári endilega, en markmiðið að draga fram kjarnan
og ná að tengja allt saman í eina heild. Biblían hefur nefnilega söguþráð og sá söguþráður, sú frásaga skiptir öllu máli við lesturinn. Ef árið liðið í aldanna skaut og við hefum ekki náð að klára eitthvað eða allar bækurnar, þá bara tökum við upp þráðin á nýju ári. Dýpt, skilningur eru tekin fram yfir hraða og yfirferð. Ef Biblían er eins og skógur, þá er hvert vers eins og tré í skóginum. Við lestur Biblíunar er gjarnan tilhneiging að skoða trén frekar heldur en skóginn. Það er gott að skoða hvert tré, hvert vers í Biblíunni. Það getur verið mjög gefandi, það getur talað inn í líf okkar, inn í kringumstæður okkar og það er ekkert rangt við það, alls ekki. Varast ber hins vegar að taka tréð úr samhengi við skóginn. Tréð tilheyrir ákveðnum skógi. Ef það er stakt tré og víðavangi, þá getur þú skoða eins og vilt að tilheyrir ekki neinu skógi. Ef Biblían er skógur, þá tilheyra versin skóginum. Hvert tré tilheyrir þessum tilteknum skógi og við verðum að skoða skógin í heild, þannig að tréð getur talað til okkar, kennt okkur eitthvað í samhengi þess umhverfis sem það lifir og býr í. Menn sjá nefnilega oft ekki skógin fyrir trjánum þegar þeir eru að lesa. Við munum því taka tíma og tengja söguna saman, fara yfir sögusviðið og samhengið og við munum skoða rit Nýja testamentisins í þeirri röð sem áætlað er að þau hafi verið skrifuð. Þannig fáum við enn frekara samhengi, skilja betur tilgang þeirra, hver skrifaði, fyrir hvern og í hvaða tilgangi. Það eru margir fræðimenn sem hafa rannsakað ritningarnar út frá þessu sjónarmiði, þar að segja hvað er röð og hvað er tímaröð, þetta hlutinni gerast og svo framvegis. Svo viljum bara nýta okkur það sem þeir hafa skrifað. Það er óþarf að finna upp hjólið þegar það rúllar fínt. Og við viljum sérstaklega notast við bókina The Untold Story of the New Testament Church eftir Frank Viola. Það mæli sérstaklega með þeir sem hafa áhuga að kafa í þessa hluti að ná okkur í þá bók, hún er mjög góð. Svo er það linsan sem við lesum með, gleraugun sem við lesum með. Fólk lesa nefnilega gjarnan Biblíuna með ákveðnum glerugum, þar að segja það er ákveðnar forsendur og hugmyndir sem fólk hefur gefið sér. Ef að til dæmis Guð er fjarlægur og það fólk er bara alveg samfært það að hann er ósnertanlegur, fjarlægur og ópersónulegur Guð, þá er það gjarnt á að lesa Biblíuna svolítið með þeim glerugum. Ef hann er harður húsbóndi og ef við gerum mistök, hann er meira upptekinn af synd okkar heldur en líf okkar, að þá lemur hann okkur í hausinn og skammar okkur og hundskammar okkur jafnvel. Ef að þetta er það sem svo mynd sem fólk hefur að Guði, þá lesa gjarnan Biblíuna með þessum glerugum. Ég mun segja ykkur eftir örstuttastund hvað glerugu við erum með. Áskorun okkar allra hins vegar er að lesa með opnum huga. Þegar það tekst, þá er nefnilega ekki ólíklegt að linsan sem við lesum með taki ákveðnum breytingum. Linsa okkar hér í Biblíunni á mannamáli er kærleikur og náð. Kærleikur Guðs og náð Guðs. Þetta er linsan okkar. Við trúum því nefnilega að eina leiðin til að skilja og meðtaka boðskap Biblíunnar sé að skoða allt innihaldið út frá Kristi Jesú. Okkar nálgun er því Kristmiðuð, hann er þar allt í öllu, bæði í Gamla testamentinu og í Nýja. Hann er hulinn, hann sést ekki alltaf í Gamla testamentinu, hann er þar samt og hann er opinberaður og sést fyllilega í Nýja testamentinu. Við gerum okkur vel grein fyrir því að ekki lesa allir með þessari linsu og sumir jafnvel vilja meina að með því að lesa bara með þessari linsu þá séum við að gefa afslátt á öðrum þáttum sem virðast koma þar fram eins og lögmáli Guðs, dómi Guðs og svo framvegis. Og við ættum, sumir vilja kannski veðja á það að hann sé frekar pirraður og dómharður Guð og það allt lífið gangi út af það að losna undan þessum dómi og svo eru aðri sem að hafa aðra sín og lefa með kaffibolla, heyri ég að fara að ræskja mig. Þetta klippi ég ekkert út. Þetta fær bara að vera að því við erum heim í stofu, munið. Við hér í Biblíunni á mannamáli gerum okkur grein fyrir því
fyrir löngu síðan að skilningur okkar í molum, hvort sem ekkert okkar skilur allt til fulls. Við erum ekkert loka yfirvaldi yfir það hvernig á að túlka og lesa eitt eða annað. Hins vegar, ef þú ert á þessuna ferðalagi og þú vilt læra og þú vilt stignast inn í svona gamla texta, að þá skiptir linsar máli og við ákvaðum hreinlega. Við hefðum getað veðjað á dóm Guðs og dóm hörku, en við ákvaðum að veðja á kærleik og náð Guðs fyrir okkur sjálf, fyrir þig, fyrir mannkynið allt, frekar heldur en dóm hans og hörku yfir því. Og viti menn, þegar við fórum að lesa með þessum gleraugum, þegar við fórum að veðja á góðan Guð og að boðskapi Biblíunnar væri til heilla en ekki til óhamingju, eins og þar stendur reyndar, þá kemur í ljós að Biblían styður bara mjög vel við þessa nálgun. Mjög vel meira segja. Og þá spyrja sumir, en hvað þá með öll versin og trén, ef við notum líkingamyndina með skóginn, hvað með öll trén sem að segja okkur, hei, rautt, aðvörun, Guð harður, Guð dómari, hann vondur, hvað með öll þessi vers sem virðast segja þetta? Það akkúrat tilgangur þessa hlaðvarps að varpa ljósi á samhengið. Við ætlum að skoða samhengi hlutana og skilja þá af hverju eitthvað svona kemur fyrir og með kærleika Guðs og náð Guðs fyrir augunum þá munum við sjá, heyriði, já, vá, nú skilja hvað í gangi. Þetta tilgangur hlaðvarpsins og vonandi munið þið sjá það jafnvel og við og ná að veðja á góðan, kærleiksríkan og náðugan Guð frekar en eitthvað allt annað. Það allavega von okkar að það verði útsýni, eins og ég segi, ferðalag, kemur alls konar útsýni, upplifum það á mismunandi hátt og þú mátt upplifa það nákvæmlega eins og þú vilt og munt upplifa. Við höfum ekkert það að segja. Við erum bara saman og við köfum, við hugsum, við biðjum, við leitum og við finnum. Svo bara spurningin hvað við finnum. Í upphafi flestra þátta að finna stutt innlegg, eins konar gullmola dagsins, sem styrkir okkur á göngu lífsins svona í lífsleiknin okkar. Og til að nota áfram líkingunum skóginn, þá þessi gullmólar einstök tré eða einstök vers úr skóginum. Þá tré sem veit okkur uppörfun, aðhald, hlýju, hvatningu og svo framvegis. Við munum svo hringja í hinn og þessa, tala við fólk annars slagið, fólk frá mismunandi bakgrunni, til að víkka okkar sjóndeildarhring og fá ný sjónarhorn, vita hvað fólk hefur þessa hluti að segja, hvernig þau sjálfur upplifa, hvað þeirra reynsla og svo framvegis. Það hjálpar okkur líka. Allt þetta bendir til þess og gefur, allavega ég mjög og við eftirvænting okkar mikil vegna þess að við væntum þess að þættirnir verið fjölbreyttir, skemmtilegir, fræðandi og vonandi fullir af innsæi til að hjálpa okkur að skilja og sjá betur. Hlustendur þessa hlaðvarps fólk á öllum aldri, eins og ég nefndi áðan, fjöldi fólks, hvaðanæfa af á landinu og jafnvel Íslendingar erlendis. Og þetta hópur sem mismunandi, samsettur, sumir að leita bara þekkingar eða innsæis eða betri skilnings á einhverju og eða að leitað friði og jafnvægi í lífinu, margir á andlegu ferðalagi, þessi þættir líka þar fyrir okkur öll. Við viljum frið, innri frið, jafnvægi í lífið, skilja betur út á hvað þetta gengur, af hverju erum við til, hverju markmið okkar, hvert erum við að fara, hvaðan komum við og hvert erum við að fara, stóru spurningar lífsins. Og þessi þættir verða kaflaskiptir, þannig séð að það hægt að hlusta á byrjunina til dæmis mólan og ekki á restina ef ekki tími minnst til og hlusta á hann seinna. Og ef að þið missið út þátt eða getið ekki hlustað á eitthvað þátt, þá alltaf þetta ná í hann síðar, hlusta á hann síðar og jafnvel þó þið missið alveg af honum. Þá þegar uppi staðið yfir heildina yfir árið, þá erum við komið með einhverja mynd. Og við munum síðan halda áfram á nýju ári og þá
varpast nýtt ljós kannski á sömu hluti og vorum að ræða áður, en það stórkostlega við Biblíuna og þar anda sem að Guð sem að þar kennir okkur, að þetta lifandi orð. Það alltaf einhvað nýtt, og ég sagði áðan að við varum með kristmiðuð gleru, ef svo má orðið komast. Hann allt í öllum. Þegar allt kemur til alls, þá það Jesús Kristur sem hið lifandi orð. Hann sá sem kennir, hann sá sem fræðir, og hann hefur alltaf eitthvað nýtt fram að færa fyrir okkur. Þannig að þetta verið tilbúin fyrir skemmtilegt og ævintýraríkt ferðalag. Það má hlusta á þessa þætti á öllum helstu hlaðvarpsveitum sem í boði. Þið getið farið inn á Spotify eða Apple Podcast eða Podbean, en ef þið ekki með neitt svona uppáhalds þar, að þá getið alltaf komið hérna inn á vefsíðu hlaðvarpsins haldorlaur.is, og þar allir þættirnir neðst á heimasíðu eða neðst á fyrstu síðu. Leiðuð opnið bara það sem við köllum heim yfirleitt, það sem síðan opnar, þar neðst allir þættirnir bara í röð. Og það líka eldri þættir í boði frá árinu 2025, stakir þættir, ekki hluta þessari sirpu, en stakir þættir, og þið getur hlustað á þá líka. Það líka hægt að lesa ýmislegt til á vefsíðinu hlaðvarpið, ýmsar upplýsingar sem þar í gangi og boði sem þið getið gluggað í. Það líka veffang, ef þið viljið, postfang, ef þið viljið setja ykkur í samband við okkur og einhverja spurningar kunna vakna, og ef að koma spurningar, þá ætlum við líka að reyna að svara þeim jafnvel, ef við mögulega getum, í þáttunum okkar, því að það hjálpar okkur bara til að koma með nýja vinkla og ný sjónarhorn og hugsa kannski nýjar hugsanir sem við höfum ekki hugsað áður. Þetta ekki hægt að neita því, þetta getur verið mjög spennandi, og þú og ég erum að fara í þetta ferðalag saman. Við sitjum heima og hér kaffibóllinn minn, og ég ætla að fá mig sopa af hann núna, og ef þú hefur með kaffibólla þess að þú ert að hlusta, njóttu vel ferðalagsins. Ef þú ert í ræktinni, fínt, þá ertu bæði að rækta mannsandaðinn, hinn innri mann, og kroppinn þinn, sálina þína, allt í senn, og það líka gott. Það eina sem við viljum ekki missa af, það það sem skiptir öllu máli, og það okkar innri maður. Þið vitið hvernig þetta Í lífinu dagsdaglega, þá svo mikil áreiti á huga okkar, á líf okkar, á tilfinningur okkar, og við skynjum þetta áreiti allstaðar að. Alveg saman hvort þú heima í vinnunni, einhverjum vinafundum eða hvar sem þú ert, það alls konar hlutir sem að herja á okkur, og hugsanir jafnvel að þau verum lagst til hvíldar að kvöldi, að þá fáum við ekki frið í hugan, vegna þess að það að vera allt sem gerist yfir daginn að hamast á kollinum á okkur, og því geta fylgt áhyggjur og jafnvel ótti og svo framvegis. Þetta áreiti, og vitið hvað? Við erum mjög gjarn á að láta þessi ytri áreiti stjórna líf okkar. Við erum alltaf að bregðast við því sem sagt og gert í kringum okkur. Alltaf á því. Við erum þar með, eins og ég segi stundum, að lifa utan frá og inn. Það sem fyrir utan okkur stýrir okkur og hefur áhrif hvað við hugsum, hvað við gerum og hvernig við bregðumst við. Það stýri pinninn. Ég segi, og Biblían kennir okkur, við þurfum að læra að lifa innan frá og út, og kristin trú einmitt það. Hún ekki utan frá og inn. Hún ekki þú skalt og þú skalt ekki, og þú verður ekki, og mátt ekki. Það ekki þannig. Ef þú biður svona mikið, þá myndu, ef þú gerir þetta, þá myndu. Þetta utan frá og inn. Og þá segi ég, þá erum við svona manngerur. Við erum alltaf að gera eitthvað til að. Við munum fjalla þessa hluti miklu meira. Við erum ekki sköpuð sem mann gerur, við erum sköpuð sem mann verur. Við erum að vera. Það innan frá út. Þess vegna þurfum við að rækta innri mannin okkar. Umfram allt eigum við að varðveita hjarta okkar. Umfram allt. Því það uppsprettur lífsins, segir Biblían. Innan frá og út. Það mín von og okkar bæn, að
þessi þættir okkar, þetta ferðalag okkar verði einmitt til þess að hjálpa okkur öllum að rækta okkar innri mann og vera þær manneskjur eða þær mannverur sem við erum skapaðar til að vera og lifa í heill og hamingju, friði og jafnvægi með tilgang fyrir okkar líf og markmið fyrir okkar líf. Sumikar eru komin að þennan stað. Það er gott og það er vel. Þið sláist í för með okkur og þið hjálpið okkur og við höldum áfram. Enn og aftur, velkomin í það stórkostlega ferðalag sem lestur Biblíunnar er. Það er heiður og ánægja fyrir okkur að hafa þið með. Guð bless ykkur, heyrumst í næsta þætti.